Skattaundanskot auðmanna og auðfyrir skattaskjól, skattaparadísir hafa enn einu sinni verið í fréttum undanfarið núna vegna lekans sem kallaður Paradísarskjölin. Í fyrra voru það Panamaskjölin. Við erum að sjá greinar eins og í Süddeutsche Zeitung sem byrjaði með þennan Paradísarleka, það sem beinlínis ávarpaður forstjóri Apple fyrirtækisins og hann beðinn að fara að borga skatta eins og maður í þeim löndum þar sem Apple starfar. Við erum með Thomas Frank, mjög áhrifamikinn pistlahöfund í Guardian sem spyr af hverju höfum við búið til skattaparadísir fyrir milljarðamæringa. Svo reyndar tengist þetta kannski svolítið pólitíkinu á Íslandi því að Viðskiptablaðið var með þessa sláandi forsíðu á hér í vikunni, flóttaleiðir auðmanna. Eignamestu einstaklingarnir skoða stöðu sína. Það sem sagt, þannig þessi undirliggjandi hótun að ef að við pössum upp á að skattar sé ekki nógu lágir, að þá muni eignamestu Íslendingarnir fara með peningana sína burt og það sýnt hérna flugvél á leiðinni í Suðurlönd. Indriði Þorláksson, af hverju tekst okkur ekki að koma böndum á þetta? Já, það stórt spurt. Þetta vandamál sem að flesta þjóðir glíma við. Og ég held að það sé ekki að færi einnar þjóðar að lagfæra þetta. Það þarf bæði samstarf, alþjóðlegt samstarf, sem ætti raun og vera beinast að því að bara útrýma þessu skattaparadísum, að það séu bara þurrkaðar út af jörðinni, ekki með vopnavaldi, heldur með því að það séu gjörsamlega einangraðar og hætt að þola það að einstaklingar og fyrirtæki geti farið þangað með fé án þess að skattleggja. En einstök ríki eins og Íslendingar þurfa líka að huga að sínum málum. Staðreyndin að þó nokkur hluti af ástæðunum til þess að þetta mögulegt liggja í því að innlenda löggjöfin ekki nógu góð. Hvorki löggjöfin né framkvæmdin, sérstaklega eftirlitsmálin. Við erum annars vegar að tala þarna einstaklinga sem geta farið með fé sitt og hins vegar erum við að tala það sem að stór auðfyrirtæki og auðhringar geta gert eins og Apple og já, það náttúrulega Apple langstærst en fyrirtæki, stór fyrirtæki geta leikið á skattkerfi heimsins. Já, þetta í raun og veru svona, hvað við segja, varðandi aðferðafræðina og viðbrögðin, tveir mismunandi hlutir. Þetta að stórfyrirtæki eða alþjóðafyrirtæki í vandamáli, það verður ekki leyst nema með sameiginlegu átaki stórveldana, getum við sagt, því að þetta þrífst meðal annars í skjóli þeirra reglna sem að þær hafa komið upp eða þolað. Hitt málið varðandi ríka einstaklinga svona meira kannski á færi einstakra ríkja að gera með hertri löggjöf og með hertri framkvæmd. Það verður því miður að segja að við höfum ekki staðið okkur á þeim vettvangi. Það hafa þrátt fyrir að þetta fyrirbæri sé ekki nýtt heldur þekkt einhverja áratugi aftur í tímann og menn hafi bent á sívaxandi umsvif að þá hefur afskaplega lítið verið gert og nánast ekkert nema breytingar sem voru gerðar þarna 2009-2010 varðandi svokölluð CFC félög. Hvað finnst þið þú sér forsíðu eins og þessar í Viðskiptablaðinu? Já, þessi röksemdafærsla, þessi málsvörn fyrir einhvers konar skattaparadísir eða leiðir fyrir auðmenn til þess að borga ekki skatta hefur náttúrulega lengi verið höfð í frammi. Það hafa verið hótanir að flytja fyrirtæki úr landi, hótanir að einstaklingar færa úr landi. En ég held að menn hafi kannski ekki athugað hvaða liggur þarna baki eða hversu mögulegt þetta. Ef við lítum á einstaklinga, auðmenn eins og þarna talað svo lengi sem að þeir eru búsettir hér á landi, þá eru þeir skattskyldir hér af öllum sínum tekjum og eignum, hvar sem þær eru í heiminum. Þannig að til þess að þeir losni undan skattskyldu hér, en haldi hér áfram búsetu, þá þurfa að koma meira til. Þeir þurfa að leyna þessum eignum félagar einhvers staðar. Sem sagt að brjóta skattalögmið tekið verið ekki upp. Já. Nú, hitt máli ef þeir vilja fara úr landi og búa annar stað, þá náttúrulega, það hverju manni frjálst, þá njóta þeir samfélagsþjónustu þar sem þeir búa og ekki lengur íslenskir þegnar í þeim skilningi. En það þýðir ekki það að
þær tekjur sem að koma af íslenski starfsemi sem hugsan í eigu þessar aðila, hún eftir sem áður hér á landi og skattskyld hér. Það að segja, ef að þessir menn eiga hér fyrirtæki, sumum tilvikum það ekki hægt, í sjávarútvegi erlent eignarhald bannað, en tekjur þessara fyrirtæki eru skattskylda hér, þannig það ekki það að ræða að þeir geti flutt fyrirtækin en haldið áfram starfseminni hérna án þess að hún sé skattskyld. Þannig að þetta svona svolítið blöff áráður í þessu líka, því að þarna fyrst og fremst að ræða hvort að einstaklingarnir sem slíkir farið ekki. Nú við erum opið samfélag og segjum komið þeir sem koma vilja, en við ætlum líka að segja farið þeir sem fara vilja, sem ekki vilja hér lifa hér í samfélaginu og bera að því, bera það skyldur sem að ber og njóta þess sem þeim ber. En þetta náttúrulega mikið óréttlæti gagnvart þeir sem eftir eru ef að mönnum tekst þetta. Það Já, en það má líka spyrja sig, ef að þeir halda hér áfram að búa án þess að borga skatta, hverju þá tapað? Hverju þá tapað? Já, ef að þeir, eins og segja, ef þeir borga ekki skatta og vilja ekki borga skatta, og en halda hér áfram að búa hérna, hverju þá tapað þó þeir fari? Já, þú meinar það. En af hverju gengur svona erfiðlega að ná utan þetta á alþjóðavettvangi? Alþjóðavettvangi held ég að meginskýringin, svona grundvallarskýringin að mörg af þessum lágskattasvæðum eru svona einhvers konar verndarsvæði, þetta fyrir nýlendur eða nýlendusvæði í stórveldana og þeir halda yfir þessu verndarhendi, þetta eru fátæk ríki í þeim skilningi að það lítil efnahagsstarfsemi, þetta lítil þjónusta og svo framvegis. Það eru 20-30.000 fyrirtæki í 5.000 fermetrar byggingu, sem mann segir alla sögulega. Þetta hefur líka þýtt að þessi ríki, bæði Bretland og Holland, Bandaríkin, hafa verið mjög treg í að ganga mjög hart fram í því að koma sér þrengja að þeim. Og það ekki fyrir núna þegar menn sjá hvílíkt umfang þetta að svona vonið til að breyting verði á. Þetta svona ein ástæðan. Önnur ástæða sem bæði hér og annar staðar svo, leynd sem að hvílir yfir eignarhaldi. Menn hafa byggt upp kerfi þar sem menn geta leynt raunverulegu eignarhaldi og þar með raun og veru búið til þessar fléttur án þess að auðvelt sé að rekja þær. Við skulum bara líta á stöðuna hérna og í Evrópu þar eru lög sem að kveða á að öll fyrirtæki þarf að skrá hjá fyrirtækjaskrá í landinu. Öll hlutafélög og svo framvegis. Þessi hlutafélög allir þurfa að skila ársreikningum. Það líka skylda og þetta. Ef að mönnum dettur hins vegar í huga að segja að ég skrái fyrirtækið ekki hjá fyrirtækjaskrá hjá ríkisskattstjóra heldur á Tortóla eða einhvers staðar annars staðar, fyrirtæki sem í raun og veru ekkert annað heldur bankareikningur eða fjárhagsreikningur, þá falla þessar skyldur niður. Þú ætti ekki verið hjá að skrá, þú ætti ekki að skila ársreikningi. Þannig ég held að eitt megin efnið í breytingum eigi að vera það að afnema þessa leynd, koma upp hér þeim reglum að allir íslenskir aðilar sem eru ráðandi eiga erlend fyrirtæki, ef það ekki í löndum þar sem eru sambærilega skráningaskyldur, til dæmis í Evrópussambandsins, að þá eigi þeir að skrá þau hjá íslensku félagaskráni. Jafnvel þó að fyrirtæki sé búsett einhvers staðar annars staðar. Og að á þessum fyrirtækjum eigi að hvíla nákvæmlega sama skylda og íslenskum fyrirtækjum, fyrirtækjum í Íslandi, þeir eigi að skila hér ársreikningi og þeir eigi að skila hér skattframtali. Sem sagt svo fremi að þeir séu ekki inn í þessum, siðmenntuðu ríkjum sem að gera sambærilega kröfur í þessu efni sem reyndar meginhluti allra. En svo finnst manni það náttúrulega þarna munur, menn hafa oft notað siðferðisrökin í þessu, að þetta sé ósiðlegt, en svo kannski það sem glæpsamast, erum við að tala að það séu nægilega sterk viðurlög? Nei, það vantar viðurlög líka og þarna í raun og veru spurningin að gera starfsemi þarna skráningaskylda og ef menn vanrækja það þá eru það orðnir brotlegir. Og þá kemur mitt að þessum þætti að þessu þarf að fylgja ákveðin viðurlög og ekki aðeins spurningin að beina þeim að eigandunum heldur einnig að þeim sem að
að reka þessa starfsemi öðru leyti. Það vitamál að þessi starfsemi hún þrífst meira og minna fyrir tilstuðlan fjármálastofnana, banka, endurskoðunarfyrirtækja og ráðgjafa. Já. Og þessir aðilar þeir í raun og veru segja í dag, já við bara segjum mönnum hvernig reglurnar eru og hvað þeir geti gert, en þeir ákveða þetta og þeir. Það merkilega lög sem að taka gildi í Englandi í framhaldi af Panama-skjölunum. Criminal Finance Act heitir þau. Þar ákvæði sem að gerir fjármálafyrirtæki, endurskoðunarfyrirtæki, lögfræðifyrirtæki ábyrg, sem sagt brotleg, ef að þau verða uppvísi að því að aðstoða menn við það sem brot á bæði skattalögum og öðrum lögum. Þannig að þá það ekki starfsmannafyrirtæki, heldur fyrirtæki orðið ábyrgt, orðið brotlegt ef að sá sem hefur notið ráðgjafar þess verður uppvísa skattalagbrot. En svo þetta, og það náttúrulega rísamál þegar við sjáum til þess að netfyrirtæki eins og Facebook og Google og Amazon, Netflix, þetta eru alþjóðafyrirtæki og þau geta fært til möndlað með sína reikninga alveg eins og þau vilja og skattgreiðslur og þá kem ég aftur að þessu bréfi hérna í Süddeutsche Zeitung, hérna kæri Tim Cook, sýndu nú samfélagsábyrgð og borgaðu skatta eins og maður. Ég meina við erum öll að nota búnað og hugbúnað frá þessum fyrirtækjum. Já, sko staðreyndin þetta svo að skattkerfi flestra Vesturlanda eru svo innbyrðis lík að þau ger ekki stóra mismuninn. Þetta þrífst vegna þess að þeir geta í þessari hringsóli teknana á milli landa að þá lenda þeir einhvers staðar með þetta inn í skattaparadís. Þar kemur hagræði fram. Það að flytja hagnaðinn frá Bretlandi til Frakklands eða Frakklandi til Þýskalands eða þess vegna, það ekki stóra máli. En ef þeir milli lenda þessu á Cayman Islands eða jafnvel í innan Evrópu eins og í þessum Luxemborgarfélögum sömum hverjum, að þá geta þeir náð þessu marki. Þetta akkurat það sem að þessi fjölþjóða alþjóðasamtök þurfa að einbeina sér að leysa upp. Hitt vandamálið sem svona tæknindamennandar hvað tekjuskráning hjá þessum alþjóðafyrirtækjum allt annars eðlis og það spurning líka samvinnu einhverjar eðlilega reglur sem að taka á því en það í sjálfu sér ekki, ég segi ef menn kúpla skattaparadísunum út, þá leysist stórþáttur þessum ári. Já, en það skrítin heimur, þetta fallega eyjar og svona, skrítin heimur það sem hefum eins og Thomas Frank byggt upp hérna paradísir fyrir milljarðamæringar og paradísir fyrir fjármagn. Já, það skrítið að þeir skulle ekki vilja búa þar þessir sem ekki borga skatta hér. Já, Indriði, þakka þér fyrir að koma hérna í þáttum. Við ætlum að tala núna þessa geigvænlegu og skrítnu atburði í Miðausturlöndum, Sádi Arabíu og Jemen, Líbanon og víðar.